Já, við vitum að endurupptöku dómstól hafnaði beiðni Erlu Bolladóttur að taka aftur fyrir mál hennar og það var nú í fréttum í síðustu viku og meðal annars skrifaði hún Soffía Sigurðardóttir grein í Kjarnan þar sem hún var að fara yfir málið. Hún boðaði nú, Soffía, þú boðaðir eiginlega fleiri greinar eiginlega í greininni, það ekki? Jú. Já, þannig að þú ert eftir að skrifa fleiri greinar. Já. En þú varst að svona færa rök fyrir því að þessi hugmynd að þessir 4 menn sem voru settir í gæsluvarðhald, klubbmenninni stundu kallaðir, að það hafi ekki verið hugmynd sem kom frá Erlu. Nei, líka af hverju er látt að fá þessu hugmynd, sko. Ég þekki ekki. Af hverju heldur þessu verið plantað hjá henni? Sko, það er ekki alveg gott að vita hvers vegna, hvernig þetta fór, en sko, klúbbmenn voru þá klúbbmenn, það sé að þegar voru bara 2 af þessum 4 voru klúbbmenn, Sigurbjörn og Magnús Leó Pálsson. Þeir voru undir grun frá því bara daginn eftir að samdæga svo og lögreglan vissi að Geirfinnur hafi horfið. Það er frægt að það hefur verið jafnvel haldið fram að lögreglan hafi látið búa til styttu af öðrum þeirra og það hafi verið Leirfinnur. Þannig að það verið gerð eftir hugmyndur lögreglunar. Sko, ég er fyrst og fremst búin að vera að skoða ekki þetta Guðmundar og Geirfinnsmál. Heldur bara einfallega hvað varð Geirfinn. Og mér finnst það svolítið sorglegt að Geirfinnur er svona einhver auka persóna í sínu eigin mannskvarfi. Og það fer svo seinna af stað afskaplega ljótt mál sem er þetta Guðmundar og Geirfinnsmál sem að já, bara látin maður er ósekju dregin inn í. Hreinlega. Sko, hvað er Guðmundar og Geirfinnsmálið þá? Það er það er svona blanda af því að ætla að upplýsa gamalt sakamál og einhverju meinlokun það hverjir séu glæpamennirnir í málinu án þess að hafa neitt fyrir sér í því. Og meðal annars þá fyrst meinloka að það séu þessir 4? Nei, ekki þessir allir 4. Sko, þetta var klúbburinn. Sko, það sem að gerist þarna er það að þetta náttúrulega á alveg sögu aftur til þess að Geirfinnur hvarf. Og rétt og undan, helgin og undan, þá kemur hreppstjórinn og vatnsleysustjórinn með spírabrúsa sem hafði rekið upp í fjöru hjá honum. Og kemur náttúrulega með það til lögreglunar. Og það er alveg náttúrulegt sem við bara drukkuða. Já. En hann gerði það. En hann var hreppstjóri, sko. Samvölk sem er hreppstjóri og fer og skila sínu til sýslumannsins, eða svo lögreglunar. Og þá er vakna strax hjá ákveðnum aðilum þar, grunnsendurum að þeir verða svolítið kátir að þetta finnist. Nú þurfum þeir að finna þá sem að hendi þessum brúsum fyrir borð. Og þeir hafa náttúrulega alltaf þrætt fyrir það, bæði Valtýr og Haukur og Kristján Pétursson, kallar Kitty P, að þeir hafi neitt verið að klína þessu upp á Geirfinnshvarfið. En hins vegar að þá er búið að spyrja mann og annan síðan sem að þessu komu og það er alveg klárt að þeir voru með það höfðu mikinn áhuga á því að finna smyglarana. Stórfellt smygl á spíra. Stórfellt smygl. Það sem þeir eru að rannsaka. Já. Og svo einhvers staðar á einhverjum stigum máls að þá blandast inn mannskvarf. Já, sko, svo þegar Geirfinnur hverfur sem að kom öllum mjög á óvart því að þetta var alveg út úr hans karakter. Þetta var bara verkamaður sem var góðu vinnuvélamaður og áttu konu og lítil börn og hafði unni fyrir öllu sem hann
átti, kom með 2 hendur tómandi Keflavíkur og vann sig upp úr lítilli kjallaruholu í stærri kjallaruholu og íbúa jarðfæð og vann mikið og tiltölulega vel launuðum verkamannastörfum og vann fyrir því sem hann átti og framfærslu sinna fjölskyldu. Og þeir fara og setja stað ákveðna rannsóknar að kanna allar hans bakgrunn og allt það. En sko eitt að safna gögnum og annar að vinna síðan úr þeim. Og svo þriðja náttúrulega að sko þeir unnu ekki úr gögnunum sem rannsökuðu sem skildi og þar og ofan að þá þarft að skilja það sem þú ert að lesa úr gögnunum sem við komum með. Þeir eru búin að tala við fjölda fólks og þeir bera allir sömu sögu að Geirfinni. Róleg heita maður, segir ekkert af sjálfum sér og ekki með nefun í annara manna koppum, ekki eitthvað til í eitthvað vitleysu bara svona í snarasti. Greindur, rólegur, nei, hann ekkert að standi einhverju svona bull og vitleysu. Allir. En lögreglan tekur ekki mark á þessum vitnisburðum manni. Akkur ekki? Vildi lögreglan að þetta mál væri alvarlegra? Sko, það eru ákveðnar mjög alvarlegir vankantar á rannsókn lögreglunar í Keflavík. Þeir til dæmis ræddu aldrei við nágranna Geirfinns. Hann bjó í tvíbýlishúsi. Það var fjölskylda með krakka frá 11 ára og upp yfir það að vera flutta heiman. Ekki heldur eina aðra nágranna. Þeir senda lögreglufulltrúa austur á Vopnafjörð, þannig sem Geirfinnur var, til að spyrja hann og þar var fólk sem hafði náttúrulega flestir ekki hitt hann síðan hann fór að heiman 16 ára gamall og hann var orðinn 32 ára. En það ekki talað við bara ýmsa sem stóðu honum nær, vinnufélaga hans og marga aðra sem voru honum nær. Það mjög brogað við skýrsluhald lögreglunar í Keflavík. Þeir taka skýrslu meðal annars með því að þeir fara með segulbandstæki og taka upp það sem þeir tala við fólk og fólk býst alveg að því, það var ekki leynileg upptaka, ekki svoleiðis, en svo það náttúrulega búið til skýrslu úr þessu og það ritari á fókitakonturnum sem að skrifar upp skýrslunar, en hún fær ekki upptökurnar af því sem framfór, heldur búið að lesa það fyrir hana inn á annað band sem hún veldi eftir, bara saminsku sömu sem hún var. Hver las það? Hver var munurinn á því sem framkom þegar fólk fer í yfirheysluna? Veist þú það? Nei, vegna þess að frumupptökunar að í bestveit bara hreinlega ekki til. Og það finnast heldur hvergi upptökurnar sem að ritarinn fékk þess að skrifa eftir. En hvernig tengist þetta Erlu Bolladóttur? Sko, þetta eiginlega bara tengist enn á þann hátt að þarna búið að ákveða það að það hafi verið framið morð. Tengt spýrainnflutningi? Tengt spýrainnflutningi og menn höfðu klúbbmenn í huga. Að spýra verið seldur þar? Já, og það var ákveðin, sko, Kitty P var afskaplega langrækinn náungi. Þú talar eins og þú þekkir allt þetta fólk, Geirfinn og Kitta P og þekktur það? Þetta náttúrulega, þekkti það ekki, en þegar maður les ævisögur manna og þar sem að, og hverju einustu blað og úrklippi sem að til á þessu tímabili, þá sér maður það, sko. Kitty P, hann kom upp stórt olíusvindlmál upp á Keflavíkurflugvelli og fékk bágt fyrir frá pólitíkinni. Af því að þarna var náttúrulega helmingaskiptastjórn Íhjáls og Framsóknar sem að skipta á milli sín þessari gróða kú sem að hersetan var. Og þeir gera svona ákveðna skipulagsbreytingar til að losa sig við hann, nema að herinn stóð vörðum hann. Bandaríski herinn. Já.
Þannig að þeir gátu ekkert losa sig við hann og það var búin til svona sér staða fyrir hann þarna upp á Keflavíkurflugvelli og hann heldur Svo áfram. mitt á milli bandaríska hersins og íslensku lögreglunnar. Já, og hann að sinna sko, hann lýsir þessu bara einfallega sjálfur í sínum endurminningabókum, það eru 2, að hvernig hann sat fólk sem hann hafði grunað. Og það var alveg sama hvort að það voru... hann í vinnu þarna raunverulega án, hann ekki tilhyrikinn í sérstaklega stofnun? Jú, hann tilheyrir tollgæslunni. Tollgæslunni. Og tollgæslan ekki spundin við lögregluumdæmin. Hún hefur stærra svið, en hann getur hins vegar ekki farið og framkvæmt eitthvað svona handtökur og eitt og annað ýmsum málum hér og þar. En það fer af stað þarna, sko, hann hataði Framsóknarflokkinn eftir þetta, því að Framsóknarflokkurinn, hann flettu ofan af SO en sjálf skrúaði fyrir lekan hjá sér. Það var lögreglumáli. Hann hataði þetta glæpafyrirtæki sem Framsóknarflokkurinn var og eftir. Og svo gerist það 1972 að hann fer í aðgerð til þess að taka á klúbbmönnum að því að þeir séu að kaupa áfengi og ólöglegan hátt. Tengdi hann klúbbin við Framsókn? Já. Og það svo sem... Var klúbburinn tengdur Framsókn? Sko, klúbburinn hafði leigt í húsnæði sem að Framsóknarflokkurinn átti. Og það voru ákveðin svona tengsl á milli en þetta voru ekki hásetti Framsóknarmenn í klúbbnum. En hann safnar liði til þess að taka klúbbinn í gegn vegna þess að það var hann fer í Lindagöturíkið og stendur þó að því að vera að kaupa þar áfengi á laugardegi utan opnunartíma og hann alveg fullir það að þeir séu með áfengi sem að sé ekki í merktum flöskum og eitthvað hann inn og eitthvað og það verður hann ætlar að taka stóra rassi á þeim með skattrannsóknarstjóra og tollstjóra og öllu heila batteríinu en þeir fara og lögreglustjórinn hann lokar klúbbnum, tekur hann vínveitingaleyfi þess að opna næstu helgi og eftir og þeir klaga í Ólaf Jóhannesson sem var orðinn þá dómsmálaráðherra hafði náttúrulega verið lagaprófessor og maður sem að viss alveg hvað hann talaði í lögfræði og hann skrifa kennslubækurnar já og hann náttúrulega segir það þið getið ekki beitt þessar aðferð þetta ekki þið viðurlösin þið getið beitt út af ykkur á þessu sviði þetta gildur ákveðan þætti en ekki þarna svo þetta dregið tilbaka og Kitty verður ævareiður. Lítur á þessum pólitísk afskipti. Já, hann alveg skammast í öllum fjölmiðlum, það þarf ekkert að velta í fyrir sig. Ólafur Jóhannesson var gagnrýndur fyrir þetta og sagði í púlti þá út af því málið að því að skrifaði myndi í vísi. Hann kallaði vísismafíuna. Mafía þetta og mafía skal þetta heita. Jú. Og þetta var heitt pólitískt mál. En svo Kitty alltaf að reyna sko það virðist sjá svo sem að hann sé alltaf að reyna enn að finna eitthvað tengsl milli klúbbs og smygls og þegar þennan spýra rekur upp í næstu því í kálgarðin hjá honum þá bara stokkið til og af einhverjum ástæðum Keflavíkurlögreglan og það bara sést á samtíma gögnum farin að kanna smyglmál í tengslum við hvarf Geirfinns á þess að þú heldur fram að þessi neinn tengsl þar á milli. Það ekki nokkur tengsl þar á milli. Og sko, koma að segja, lögregluleitin... Og þetta löngu áður en að Erla yfirheyrð, löngu áður en að hún handtekin? Já, þetta sko, Geirfinnur hverfur 19. nóvember 1974. Og strax þá fellur grunur á... Og hún að standa í Póstsvikamálinu. En sko... í Póstsvikamálinu þá Njörður Snæhólm rannsakaði það og hann gerði það snöfurmannlega og kemst að því að þetta manneskjan sem innleysti ávísanirnar eða aðra póstávísunina þetta voru gerði þetta tvisvar og í annars skiptið önnur manneskjan var dáin, hinn var Erla Bolladóttir
og hann búinn að fá það staðfest þegar hann búinn að fara og sýna nokkra myndir stúlkonum sem afgreiðslu á pósthúsinu og í 2 pósthúsum þá könnust þeir við Erlu. Og hann komið með það og hann veit það að hún sambýliskona Sævars. Og Sævar, þó hann væri ungur árum, átti langa skrá hjá Fíknó og lögreglunni. Og svo bara liggur það mál. Og gerist ekkert í því. Þangað til þarna í desember 75 að þau eru handtekin og þegar þau eru handtekin að þá segir þar þegar beðið gæsluvarðhald yfir þeim að lögreglan hafi fengið ábendingu sem að bendla þau við þetta póstsvikamál og þetta sé viðamikið mál og geti verið flókið í rannsókn og því þurfa að fá 30 daga gæsluvarðhald og þegar lögreglan baði 30 daga gæsluvarðhald þá fékk hún 30 daga gæsluvarðhald. Það tók því vildi ekki að setja menn í gæsluvarðhald minn en hálfan mánuð sko. Og mána gæsluvarðhald var ekkit óvanalegur fyrstu úrskurður og yfir voru menn búin að kikna áður að hann var liðinn. Það sem að var þar það að þeir fá ábendingu frá þeim sem að kalla Malakafanginn, Stefán Almar. Almarsson. Já, Almars, já, og hann reyna að kaupa sig út. Fá vægari dóma og kaupa sig út með því að tipsa lögregluna með ýmislegt. Eins og hann gerði mikið af og svo sem gerði svo sem fleiri. Og hann segir það að hann hafi nú bara upplýsingar það frá Kristjáni Viðari sem að samfanga sínum að litla raunu að það sko Sævar sem hafi tekið meir í þessu póstarni. Það getur svo sem vel verið að hann hafi fengið þau upplýsingar Kristjáni Viðari því að Kristján vissi það því að Sævar hafi kampakátu veifa seðlapunktunni framan í hann sko. En þetta duði ekkert að selja lögreglunni þetta því þeir vissu það. Svo þessu þau bara, kallið mig sko, þú fari ekkert fyrir þessa sögu og segja okkur eitthvað sem við vitum ekki. Og ef 950.000 króna fjársvikamál 1974 ekki stórt, þá þarf þetta eitthvað stærra, þá þarf þetta eitthvað stórt. Og þá kemur hann næst með það að það var nú eitthvað með hann Guðmund, hvað það á Guðmund að gera? Hún náttúrulega dætti ekki í hug Geirfinnur. Geirfinnur var löngu liðið. Nei, sko, Guðmundur hverfur í janúar 74. Geirfinnur ekki fyrir í febrúar 74. En Geirfinnur var bara á annarri plánutu. Hann var á öðrum aldri og öðrum landsluta og bara kom þessu fólki ekkert við. Það var nú mikið skrifað það á þessum tíma hvarfið. Já, en sko Guðmundur þekkti, það var þó allavega einhver af það sem þekktu Guðmund. Hann var á þeirra aldri og einhver hefði verið með skólaskilur eða eitthvað sko. Það var eitthvað sem var nær lagi. Svo að þau eru tekin, Sævar og Erla, úrskurðið gæsluvarðhald út af póstsvikamálinu en máli snerist að fá þau í gæsluvarðhald til þess að geta skoðað hvort það væri eitthvað tengsl við Guðmund. Og ef þú ferð fram á gæsluvarðhald út af Guðmundi þá verður fjanda hvort að hafa eitthvað Guðmund þegar þú sleppur út af því þú finnur ekkert. En þarna kemst lögreglan upp með það að opna það aldrei að þeir sé að skoða hvar Guðmund af því þeir eru bara að skoða póstsvikamálið. En Stefána hann selur Guðmundur hugmyndina og þeir fara að áfram með hana og svo sko í Guðmundamálinu og aftur þegar þeir koma með Geirfinnsmálið þarna eftir miðjan 22. janúar er fyrsta skýrslan í því. Þeir hafa nú samt verið komnir með hann í huga ekki seinna en milli jól og nýjárs með Geirfinn sko þá byrja þetta allt hvernig þannig að sá sem er fenginn til þess að tala hann segir eitthvað sem er bara nógu lítið og óljóst til þess að vera ekki að sakfella sjálfan sig en eiginlega ekki að sakfella aðra heldur
heldur segja, sko, ég meina, það gerðist eitthvað þarna, það var eitthvað þarna, ég gerði ekkert. Og svo farið þeir náttúrulega að ganga á strákana, Sævar og Kristján Viðar og svo Tryggva og Albert og fleiri sem koma þarna. Og þeir smá saman byggist þetta þannig upp að hver og einn ætlar að bara sleppa út úr þessari klemmu sem hann í með því að segja, jú, sko, ég var þarna, Guðmundur kom þarna, ég drap hann ekki, en sko, A segir, B og C slóist við hann. En ég bara var voða hissa. Og svo kemur B og segir A og C slóist við hann og ég bara fattaði ekki fyrir en bara maðurinn lá, sko, skilur. Og svo kemur C og gerir það sama. En nú hefur dómskerfið komist á því að þetta gekk upp. Þessi menn eru ótengdir hvarfi Guðmundar og Geirfinns. Nei, eftir situr, sko... Dómstólar hafa nefnilega, sko, það sem að gerðist það að eftir margra ára baróttu. Það sem hver einasti ríkissaksóknir, hver einasti dómari segir alltaf nei. Þá fer pólitíkin og tekur ákvarðanir. Það er dómsmálaráðherrar og alþingi sem að breyta lögum til þess að væri hægt að framkvæma rannsóknina sem að Lára var Fjúlisdóttir fór í. Og það er Ögmundur sem er ráðherra sem að setur þessa nefnd sem að fer og skoðar sem að kemur alvarleg hreyfingu á máli. Það sem ég átti við að það er búið að ganga frá því þessi menn voru saklausir. Eftir situr Erla. Já, frágangur því málin var nefnilega sá að þeir fóru og það var vantarlega þeir ákveða að fara með málið aftur fyrir Hæstarétt, þá að Hæstaréttu sé fúll yfir í. Þá er skipað sérstaklega saksóknari sem að þarf að undirbúa þá hlið málsins, eðlilega. Og hann bara kemst að því að falla frá ákærum og hinn aðilinn, hann kræfst náttúrulega sýknu og hvað gat þá dómstóllinn gert þegar enginn sótti málið? Hann náttúrulega bara sýknar. Og þannig var aldrei tekið efnislega á málinu. Rannsókninni eða dóm. Já. Þetta brendaði allt í einu. Það bara, allt í einu. En ekki mál Erlu, endaði ekki. Nei, sko. Sök hennar að hafa borið ljúfitni, borið sök á saklausa menn, situr eftir. Og sök hinna líka. Það að hafa borið sakir á þessa 4, sem voru kallaði klúbbmenn. Hún situr eftir, en þau báru líka hvert sig sakir hvert á annað. Það var verið að segja, sko, Sævar var þarna, Erla var þarna, Tryggvi var þarna, Kristján Viðar var þarna og allt þetta, og Sigurbjörn og allt þetta, en sko, raunverulega má segja að þetta fólk, þau báru ljúfitni, þau lugu upp á bæði sjálfa sig og aðra. Og svo þið sýknuð af morðunum. Og þá verða þeir náttúrulega að sýkna Albert líka sem hafði keyrt líka Guðmundar út í Hafnarfjarðarhraun. Af því hann gæti ekki keyrt lík þess sem að þau myrtu ekki. En eftir stóð að þau voru dæmd ekki fyrir að ljúga hvert upp og annað, af því að þau voru að segja satt hvert annað, slaka dómnum, en þau voru dæmd fyrir að ljúga upp á þessa 4 sem voru látnir lausir. En ert þú ekki að halda þig fram að þegar að Erla og þau bera sakir á þessa menn að það hafi komið frá lögreglunni, þessi hugmynd, að það væri þeir sem væri einhverja leifar af einhverju rannsókn á klúbbnum, einhverju löngu til þess að sanna upp á þá einhvern smírasmygl og þess vegna hafi Erla og drengirnir það sem að voru sök á þessa menn. Sko sagan klúbbmenn í Dráttarbrautinni í Keflavík, hún kemur upphaflega frá manni sem að lögreglan afgreiddi en skoðaði samt, Jörður tók það mál og skoðaði það og afgreiddi það réttilega sem fyllirísraus. Það voru svona ákveðið þættir í hans frásögn sem ekki stóðust og var ekki að eyða meira púðri í það. En það í október 75 og þegar hvað það? Það maður ásögn af einhverju sem áttu að gera því Dráttarbrautinni. Já, það maður sem hann
hafði nú sýnt þessu máli áhuga eins og fleiri og meðal annars koma að framfæra ábendingum eitthvað sem að væri hérna mögulegir leirfinnar þegar verið að biðja alla þjóðuna að finna leirfinn. Svo hérna vissi náttúrulega þetta svo allir aðrir að það var alltaf verið að tala um klúbbin í þessu samhengi og meðan þess var Keflavíkur lögreglan búin að gera húsleit á hérna bíli eða láta lögreglan í Rangárvallasýslu til að framkvæma húsleit á bíli sem að Sigurbjörn átti í Rangárvallasýslu og hann segir konu sinni og dóttur og síðan tengdasyni sínum sama fyllir í drykkjutúrnum frá því að hann hafi farið ásamt Sigurbirni og Magnúsi Leópoldsinni, framkvæmdastjóra klúbbsins, Sigurbjörn áttu klúbbinn til Keflavíkur og þar fór þeir að hitta mann sem hétt Geirfinnur og hann var að fara með þeim að sækja spýra. Þeir voru búin að töluðu við hann að því hann væri vélstjóri. Hann geti keyrt vélina í þessum bát. Og hann þekkti mann sem átti bát og þeir tóku bátir hans traustataki og fóruð þarna út til þess að ná í þennan spýra og svo slísælega vildi til að Geirfinnur féll útbyrðis. Og þeir náttúrulega segja ekki nokkru manni frá þessu. Af því að þeir voru þarna í alveg kólólöglegum erindagjörnum sko. Og þetta sagan sem að hann segir og svona alveg í... Löngu áður en að Erla og Sævar fara að tala þessa menn. Nei, ekki löngu áður, þetta í október. Já, en áður handtekin í desember. Það áður. Og það satt búið að afgreiða það mál og vita að það var ekki. En svo gengur ákveður þessi saga stæðist ekki. Hún stóðst ekki, þeir voru að sækja smygl frá Goðafossi, Goðafoss kom ekki fyrir en byrjun desember til Keflavíkur. Hann átti að hafa farið að vakta sem var að vinna á Landspítalum og þeir sem unnum með hann sögðu að það var bara af og frá. Að hann hefði kannski getað skotist heimi og skipt sokka en ekki farið til Keflavíkur og dreipið mann og komið eftir skilur og farið út að báta og allt það sko, það var af og frá. Og svo sagði hann náttúrulega bara líka, ég var eitthvað reiður út í, hann var komið hérna með svona sambýlisdrykkju, drykkjufélaga konu sem var fyrirverandi sambýliskonu barnsmóður Sigurbjörns. Og hann þeim hafði orðið eitthvað sunduróða og eitthvað og hann svona skrifa sig inn í þessa sögu í sínu fyllir og svo bara dregur hann allt tilbaka. En Sofía, eftir að segja það að lögreglan eða einhverju sem hafa verið í þessari rannsókn hafi komið þessari hugmynd að það væru klúbbmennirnir sem hafa verið valdir að dauða Geirfinns. Það hefur ekki verið hugmynd sem Erla kom með eða Sævar eða einhver af drengjónum. Nei, hugmyndin það að Geirfinnur, að klúbbmenn ætti þátt í dauða Geirfinns, hún kemur fyrst fram í Keflavík og unni mjög stíft eftir henni þar og aldrei gefin upp, aldrei gefin eftir, aldrei gefin upp á bátinn raunverulega, þó að málið hafi verið lagt formlega upp mitt sumarið 75, þá hættur þessir þverhausar aldrei Kitty P og Haukur að finna klúbbmenn. En síðan fyrst verði þeim eitthvað ágengt með að koma hreyfingu á það að Guðmundur hafi verið drepinn af þessu liði og þá prófaðir Geirfinn og þá liggur bara greinilega beinast við að taka þessa sögu sem að... Reyna bara að fjölga fólkinu hann í Dráttarbrautinni. Já, sko, það var sennilega ekki hugmynd þeirra að fjölga Valdimar og Einar Bollason. Það voru fleiri í Dráttarbrautinni, það voru öll bara komið saman í Dráttarbrautinni, eða ekki? Sævar... Jú. Og sko, það sem að
sko þeir hafa ekkert alveg stjórn á sögunni, af því þetta ekki eins og ég geti bara koma og sagt við þig, heyrðu Gunnar Smári, sko, nú skaltu segja söguna svona. Þetta svolítið meira að hnoða degið, sko. Heldur en bara En kveikjan á sögunni kemur ekki frá Erlu og Sævari? Það allt og mikið líkindi með sögu Erlu og sögu þessa Guðmundar sem að kom með hann fyrir lögregluna á sínum tíma. Saga var tilbúin áður en Erla var handtekinn. Eða svo stór hluti. Já, en sko, samsæri lögreglunar að láta Erlu segja söguna var ekki tilbúið þá. Og var samsæri lögreglunar... En hins vegar, þá gerir lögreglan þetta. Að hún leiðir þessa sögu, en að sko... Erla þekkti ekkar aðstæður hérna í Dráttarbrautinni, þannig að það lýsingar sem hún að gefa, og það náttúrulega ekki nógu nákvæmlega til að byrja með, en hvað gera þeir? Þeir fara með Tryggva Viðar, þeir fara með Sævar, þeir fara með Erlu á þetta svæði. Til að slípa til söguna. Og þau eru búin að fara, og það kynst endur í skýrslunum. Ég hef farið fór í vettmannsferð og skoðaði aðstæður og nú get ég lýst þessu betur. Sofía, við getum ekki farið yfir alla hliðar þessa máls. Það er alveg klart. Heldur þú að ástæða fyrir því að Erla fær ekki endurupptöku sé sú að ef að hún er sýknuð af meinsarinu, að þá verðu við, bara sem samfélag, að rannsaka það hvernig komst þessi kvittur? Já. Heldur það? Já. Að það sé bara að kerfi sé að verja sig og þess vegna ekki hægt að veita Erlu endurupptöku eins og öðru. Sko, niðurstaðan alltaf svo að það er þessum legalauparahópi að kenna að fjórmenningarnir fóru í gæsluvarðhald. Ekki Erlu. Jú, Erlu meðal annars. En hún var ekki kveikjan að því. Sko, hún ekki einu sinni svo sem bara fyrsta skýrslan tekin af það sem Birna við Geirfinn. Þeir tala við Sævar fyrst og svo tala þeir við Erlu daginn eftir og Kristjáns og setna sama dag. Og svo stökkva þeir til og sækja þrjá af þessum klúbbmönnum þegar þeir voru búin að bendla þá þrjá við og svo halda þeir áfram að og þá fara þau að bæta við í næstu yfirheyslum og eftir búið að handtaka þessi fyrstu þrjá, þá fara þau að bæta Sigurbjörnu við og þá gátu þau farið og sótt Sigurbjörn og þau eru búin að sýna þeim, sko, þeir eru búin að vera að lýsa, sko, hvað þau voru að gera, sko, þeir ýmist fóru út með bátnum eða ekki út með bátnum og bara hitt á þetta, þannig að þeir segja alls konar misvísandi sögur. Og til dæmis segir Erla frá því að þegar hún fer þarna með því, þegar hún segir frá því að hún fer þarna til Keflavíkur og sest upp í bíl með Sævari og þau keyra til Keflavíkur, hún vissi ekki að hún var að fara til Keflavíkur, hún bara fór samt til Keflavíkur og þau fara þarna niður á sjó og hún veit ekki að hún var komin þarna, hún hafði einhvern veginn á tilfinningunni að það ætti að drepa hana. Ætti að koma henni fyrir Gatnanefarni í þessari ferð. Og svo þarna sko fer hún til Kaupmannahafnar þarna í desember, þess að eftir að Geirfinnur hverfur, og það var vegna þess að hún var svo ofboðslega hrædd við þessa menn að þeir ætluðu að vinna henni megin, samt hafði enginn hótað neitt, segir bara í sömu skýrslinni, bara næstu línu. Samt hafði ég aldrei fengið neinar hótanir. Og það hvarflar ekkert að lögreglunni þeir eru búin að skrifa þessa skýrslu. Heyrðu, manneskjan í paranoju? Segðu mér eitt, nú hugmyndin svo að lögreglan hafi verið með hugmyndur einhverja glæpi og allt í einu byrja þessi krakkar að prjóna við þá sögu. En fjórmenningarnir, þeir eru settir í gæsluvarðhald og settir mjög lengi í gæsluvarðhaldi. Af hverju fóru þeir ekki að bera sök hvor annan? Sko, fyrsta lagi, þeim eru bara stungið í steinin,
þeir eru handteknir, þeir eru afgreiddir allir þrír á svona kortis skýrslugerðum, það sem þessi bara slétt ekkert þetta mál og svo þeir settir inn í klefu og svo ákveð sakadómarinn farið 30 daga gæsluvarðhald. Svo bara fer lögreglan svona að skoða eitt og annað í kringum þetta og þeir eru bara ekki að tala við það, þeir komast bara fljótlega að því að þeir eru með þetta mál í algjöru rugli. Þeir voru algjörlega vanbúnir að stökkva til og handtaka þessa menn. Þeir höfðu ekkert, nema eitthvað fljótandi sögur bara út alla trissur, sko. Þannig að og kröfu frá samfélaginu að leysa málið. Mikla kröfu frá samfélaginu að leysa málið og mikla kröfu frá örugglega það hlýtur að verið krafa frá dómsmálaráðuneyti líka að þeir leystu þetta mál og leystu dómsmálaráðherrann undan óréttmættum ásökunum það að hann væri að pólitískum ástæðum að hilma í þeim með einhverjum morðingjum. Herðu, þegar ég las greinina þá fannst mér þetta minna mér vart á bók sem að barst mér einhvern tímann snemma á þessu ári held ég, 39. sem heitir 39. Það sem að þetta að sumuleyti rakið svona forsaga þessa máls, hvað lögreglana hafði mikinn áhuga á klúbbnum og framsóknarflokknum og þetta blandast nú inn í alls konar hluti. Þetta er Já, þeir eru svo sem að koma með fleiri vinkla þarna í þessari, þeir eru koma með fleiri vinkla í þessari bók líka, sko, en hvernig finnst þessi bók? Hún er áhugaverð. Sko, íslenska leyniþjónustan var til. Hún var til. Og hverju af þessum mönnum sem þú eru nefnd tengjast henni? Ég held að bæði Kitty P og Njörður Snæhólm hafi verið þar. Sko, Njörður Snæhólm, hann átti ákveðna aðkomu að Geirfinnsrannsókninni í Keflavík. En það er ekki stafur það á blaði í lögregluskýrslum. En hann átti það samt. Nei. Njörður var frægur á sínum tíma fyrir að mynda kröfugöngur og Nei, það var hann Greta Norðfjörð. Greta Norðfjörð, fyrir geðu. Og hann var áhugaljósmyndari, hann var ekki að njósna róttæklinga. Erðu Sofía, þér finnst að við ættum að gefa Erlu frið og leyfinni að máliðin er tekið upp aftur? Sko, þetta snýst ekki að gefa Erlu frið. Heldur? Þetta snýst það að búa í réttarríki. Að það sé ekki þú lýsir þessari upphafið þessar rannsóknar og öll rannsóknin er eiginlega rugl frá upphafið. Það þarf að taka hana. Og svo líka vakna hjá mér ein spurning. Þegar Hæstiréttur er búin að komast að því að þeir sem dæmdu voru fyrir að drepa Geirfinn hafa ekki drepið Geirfinn á þá ekki bara opna málið og rannsakað aftur hvað var Geirfinn. Sem þú hefur á að vita. Já. Mér finnst bara Geirfinnur eiga það skilið. Af hverju byrjaði þú að velta þessu máli fyrir þér? Sko, ég er náttúrulega bara táningur þegar Geirfinnur hverfur og ég svona alltaf sé þetta svolítið á hliðarlínunni. En þetta er svona bara eiginlega ýmislegt. Svo var bróðir minn að hnippa aðeins í mig, hann var farin að skoða þetta. Og ég kynntist lítilega seinna Tryggva Rúnari, alveg óháð þessu. Gamman tíma sem að við sem hann var í þeim kunningjuhópi að ég talaði stundum við hann. En svo bara einfallega ég fengi aðeins við fréttamennsku, ég fengi við að fara onni í mál aðeins og rannsaka við að skoða þau og bara sjá hvernig þau liggja. Þetta er náttúrulega algjör ágóta, þetta mál. Já, og svo þegar ég fer að skoða þetta, þá segi ég ég ætla bara að taka netadræsuna frá lögreglunni í Keflavík, greið úr netunum og sjá hvaða hnútar halda og hvaða endar trosna upp og hvar eru stóru götin sem fiskarnir synda í gegnum. Og þau eru þar. Þetta er alveg hræðilega götótt net. En Guðmundarrannsóknin aftur á móti. Það er svolítið erfitt að finna götin í því neti. Það er bara ekkert net. Það er bara gat. Skilur það betur svo ég skilji? Sko, það er ekkert. Njörður Snæhólm rannsakaði það mál og það tók hann 3 daga.
Fyrsta daginn kom pappans og sagði, strákurinn er horfinn. Og þetta ekki eðlilegt. Og hann fer og ringir í björgunarsveitir og við erum að fara að leita og ringir allar lögreglustöður í kring og setur upp þetta tilkynningum horfinn mann. Síðan fer hann og talaði við þá sem að pappinu sagði að hefðu komið til Stráksnýttis að fara með honum að skemmta sér og kemst að því að það var byrjað á heimapartí og svo var farið þarna og svona. Svo ringir stúlka heim til hans og segir, heyrðu, ég var og vinkona mín, við vorum að keyra og sáum Guðmund að ég veit hvernig hann lítur út og eitthvað mann með honum og labbi á tilteknum stað. Svo ringi lögreglunni Kópavogi og segir, það kom maður til okkar og sagði að hann hefði verið að keyra og séð Guðmund og einhvern annan með honum, mann sem passar við lýsingun á Guðmundi, þekkti ekki Guðmundi sjón og annan mann með honum og svo staðsetning passaði við hinna og hann fer og skoðar þetta og hann tekur skýrslu af pappanum og þeir undirrita hana báður, hittir allt saman eitthvað símtöl og samtöl sem hann á, fer og finnur fólk á vinnustað og hinga og þangað og skrifar sína eigin skýrslu sjálf það hvað þeim hafi farið í milli, hvað það sagði þess og hvað sagði hinn. Já, og svo þetta tekur 3 daga. Svo helgina þá bókar hann að björgunarsveitir séu fullu út að leita. Og ekkert meir. Svo bara ekki stafur Guðmund í neinum þegar málið síðan fer fyrir sakadóm, þá eru þetta fyrstu skjölin í hvarfi Guðmundar. Það rannsókn Njarðar. Og þess vegna segi ég það, hann rannsakaði hvarf Guðmundar í 3 daga. Svo það bara allt konar játningar, lengur setna? 2 árum setna. Herðu Sofía, þetta áhugavert mál, þetta eina stóru ráðgátum Íslandssögunnar. Takk fyrir að koma hérna. Við erum að hugsa við getum nú talað þetta endalaust, kannski ég vil bara hafa sér þáttum Geirfinnsmálið. Það bara þarf að skoða þetta mál. Og það ekki ásættanlegt að svona mál sé ekki endur upptekið frá grunni með því bara að rannsaka, byrja á byrjuninni. Nei. Alveg á byrjuninni, ekki bara að endur upptaka Guðmundar og Geirfinnsmálið, heldur frá byrjuninni, hvarfi Geirfinns og áfram. Já, og það öllu, ekki góður, og ekkert undanskilið. Það ekki góður endir að bara málið sér látið niður falla, að það sé ekki rannsakað þeir sem eru, þú lýst að mörguleiti gerendur. Það satt fjöldi fólks í fangilsi í fjölmörg ár út af þessu máli og það ekki nóg að segja bara æjæ. Nei. Það ekki endirinn á því, sko. Bara, það ekki ásættanlegur endir á neinu sakamáli. Að það endi svoleiðis. Nei. Að fólk sitji í fangilsi í mörg ár og svo sem bara lungu setna sagt æjæ, eða helmingu þeirri dáin. Herðu, við setjum punkt hérna. Gerum það. Takk hérlega fyrir komuna. Við ætlum að fara frá Dráttarbrautinni í Keflavík til Íran. Kjartan Orri Þórsson, aðjúnkt í Mið-Austurlandafræðum. Hann ætlar að setja hérna og ræða við mig Íran og ástandið þar. Eftir augnablik.